Fundur settur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Ég vil bjóða velkomna á fundinn Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur utanríkisráðherra og starfsfólk utanríkisráðuneytisins. Efni þessa fundar eru samskipti íslenskra stjórnvalda við samstarfsríki varðandi refsiaðgerðir og viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi og Belarús í kjölfar fregna að kjörræðismaður Íslands í Belarús kynni að vera settur á lista yfir aðila sem sæta þvingunaraðgerðum. Best að taka það fram strax að fundi þarf að vera lokið á hádegi. Formaður biður nefndamenn og gesti hafi í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins með þeim hætti að fyrst mun utanríkisráðherra vera með stutta framsögu málefni fundarins. Að því loknu mun Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir, þingmaður Pírata, sem óskaði eftir opnum fundi málefnið fá að spyrja ráðherra og svo spyr hver þingmaður koll að kolli eftir því sem að beðið er orðið og ég hef það þannig að hver þingmaður hefur svona það bil 5 mínútur það bil til þess að spyrja og fá svör. Nefndamenn eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundum skulu nefndamenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram hugleiðingar efni fundarins eða efna til samtals eða umræðina fundarefni sín í milli. Nefndamenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími er takmarkaður. Ég býð þá Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur utanríkisráðherra að taka við. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Fyrst vil ég nefna það hér að utanríkisráðuneytið afhenti stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 30. mars trúnaðargögn máli sem við ræðum hér og gögnin voru vegna eðlis þeirra afhent nefndinni með áskiljan trúnað sem nefndin hefur samþykkt og þá var efni gagna kynnt á lokuðum nefndafundi. Þannig að við erum hér að ræða mál sem snýr að þessum gögnum en gögnin og efni kynningarinnar þau á lokuða fundinum eru áfram bundin trúnaði. Þannig að mér er ákveðin takmörk sett það hvað ég get sagt hér á opnum fundi þau atriði málsins og bara vona að því verið sýndur skilningur en mun svara eftir bestu getu öllu því sem hægt er til þess að varpa ljósi á málið og vonandi auka svona einhvern skilning og gagnsæi það hvernig því var háttað og svona aðdragandi og ákvarðanir taka í því. Hér að ræða mál sem að svona hefur snúist að mestu leyti samskipti utanríkisþjónustunnar, utanríkisráðuneytisins og utanríkisráðherra þáverandi þarna mánaðamóti nóvember-desember 2020. Og ég hef kynnt mér þau gögn sem ræðir og sömuleiðis eðli máls samkvæmt rættu þá starfsmenn ráðuneytisins sem að unnu að því þá og ég hef bara að segja það hér, ég hef lagt mig fram að vanda mig að lesa þau gögn og skilja sömuleiðis hvaðan gagnrýnin kemur og svo umfjöllun sem verið hefur málið og við höfum fylgst með þeirri fjölmiðlaumfjöllun og hlustum eftir því sem þar kemur fram og það er spurningar sem snúa að því varða svona atburði fyrir minn tíma í þessu embætti, gerir málið kannski eitthvað aðeins flóknara en ég hef lagt áherslu á að þeim sé svarað eftir bestu getu og svo hefur umfjöllunum vakið spurningar framhaldið og hvort rétt sé að bregðast við umfjöllunni og svo framvegis. Og ég vil nefna það að það er í mínum huga mikilvægt að það komi fram að í mínum huga það skiptir íslenskir hagsmunir máli og þar á meðal mikilvægi þess að til staðar sé fulltrúi sem við getum leita til í Belarús og því hefur svolítið verið svona blandað saman eða reynt að setja eða svona sett í einhvers konar samhengi annars vegar okkar kjörræðismaður í Belarús og það að hann sé kjörræðismaður og samskipti við önnur ríki þegar að það kom til tals hvort hann yrði á lista yfir einstaklinga, jafnvel lögaðila í refsiaðgerðum gagnvart Belarús í desember 2020
og svo okkar svona stefnu og nálgun þegar kemur að hérna, stöðun í Belarús. Og ég vil bara að það sé alveg skýrt og það komi hér fram að okkar stefna íslenska stjórnvalda, stefna þáverandi utanríkisráðherra, stefna núverandi utanríkisráðherra algjörlega kristalskýr. Við höfum fordæmt þá atburði sem þar hafa átt sér stað, það höfum við gert á alþjóðavettvangi, það höfum við gert í allskyns ávörpum, sjálfstæðum frá okkur og í ákvarðanatöku og stuðningi og öðru slíku á alþjóðavettvangi og höfum sagt það alveg skýrt að bæði gagnvart fólki þar sem býr við harðstjórn og skort á mannréttindum, tilefni síðan refsiaðgerða þegar koma að hérna, kosningamálum þar og þá stendur eftir síðan spurningin hvað réttist fyrir okkur að gera hér til þess að svona almennt láta gott af okkur leiða og í mínum huga höfum við verið mjög skýr og við höfum meira segja oftar en einu svona tvisvar gengið lengra heldur en önnur ríki í málflutningi okkar og gagnrýni á hérna, stöðumála í Belarús og hvernig þar haldið á málum, hvort það eru mannréttindi eða kosningar eða annað. Og þetta ekkert augljóst, þú veist, og ég les þessa umfjöllun og það ekki þannig að ég skilji ekki hvaðan gagnrýnin komi, það ekki þannig. Ég ekki að segja að þar sé haldin fram hvítri mynd og ég sé hér með svarta og ég segi það svarta myndin. Þetta ekkert, það ekkert einn heilagur sannleikur einhvern veginn í þessu máli. En hérna, og það eru ólík sjónum það líka og það þarf svona gera ákveðin greinamun á því að hér við og hlutverk nefndarinnar að kanna verklag og ákvarðanatöku í einstaka máli og svo kannski annað að hafa pólitíska skoðun á þeirri ákvörðun. Þannig að ég treysti mér til að segja að verklag og ákvarðanataka út frá þessum gögnum standast algjörlega skoðun. Svo getur fólk haft þá skoðun að það hefði átt að gera það eitthvað öðruvísi eða ekki segja neitt eða ekki afla upplýsinga, sitja bara hjá og sjá hvað myndi gerast eða hafa á því pólitíska eða persónlega siðferðislega skoðun hvort að ræðismaðurinn eigi að vera kjörræðismaður okkar í Belarús eða ekki. En það hérna sömuleiðis mitt mat til þess að svara þeirri spurningu sem ég gerir ráð fyrir að fá að á grundvelli þeirra fjölmiðlaumfjöllunar og þeirra gagna sem við höfum þá hefur ekkert nýtt stórt komið fram sem að breytir því að hann geti talist hæfur til þess að vera kjörræðismaður hérna okkar í Belarús. Ferli við að setja kjörræðismann sömuleiðis þannig að það ekki einhliða ákvörðun okkar, það þarf að fá samþykki frá hérna, heimaríki til þess og eins og staðan hefur verið þar og eins og staðan það núna að þá ekkert hver sem fengi heimild þar í landi til þess að vera kjörræðismaður gagnvart Íslandi og ef að hann ekki áfram kjörræðismaður að þá sé ég ekki hvernig við gætum fengið nýjan með við stöðun eins og hún þar núna. Og ég vil líka ítreka það hér, þótt ég hafi sagt það áður, að ég mun aldrei halda hlíðarskildi yfir mannesku sem á heima á refsilista vegna náinna tengsla við einræðisherra eða annað slíkt. Aldrei, ég mun aldrei gera það. Og það eru margar hliðar á þessu máli, en í mínum huga kjarni máls þessi. Það fengust óljósar meldingar það að mögulega yrði kjörræðismaður Íslands í Belarús á þessum lista. Við fengum aldrei á neinu stigi, ekki heldur þegar við óskuðum eftir upplýsingum, fékk ráðuneytið gögn sem að sýndu hann á einhverjum lista. Við utanríkisráðuneytið spurði, reyndi að afla upplýsingu það hvort hann yrði á listanum og fyrst og síðast vegna þess að á þeim tíma tókum við þátt í svona aðgerðum, þvingunum, sjálfkrafa. Þannig að ef hann hefði verið á lista, þá hefði það sett diplómatíska stöðu hans og þar með okkar í uppnám. Við gerðum ráðstafanir þá og tókum úr sambandi það að þetta gerist sjálfkrafa. Og í dag tökum við sjálfstæða ákvörðun þegar við fylgjum ákvörðunum og aðgerðum Evrópusambandsins í þessa veru. Það þýðir að ef svona staða kemur upp núna, þá þyrftum við ekki þá hefðum við svigrúm til þess að bregðast við. Þá gætum við
Einhver á lista og við getum þá gert ráðstafanir og sett viðkomandi af sem kjörræðismann áður en við síðan innleiðum viðskiptaþvinganir. Aðferðafræðin og ferli þá var ekki þannig. Og það ákveðið ferli sem fer af stað. Það þarf að taka neyðarvegabréf viðkomandi, það fer ákveðið ferli af stað. Núna erum við í annarri stöðu, þannig að við þyrftum ekki að bregðast eins við. Það var aflað upplýsinga og spurt spurninga. Það voru alla jafna mjög óljós svör og í raun þótt það sé ekki efni þessa fundar að þá má líka alveg velta því fyrir sér hvort að hægt sé að gera betur í því að hafa einhverja yfirsýn eða upplýsingar það hvers konar viðskiptaþvinganir eða hvaða einstaklingar eru á lista áður en við fyrirfram erum búin að taka ákvörðun að vera með, vegna þess að við erum almennt séð frekar svona í myrkrinu þegar þessum ákvörðunum kemur. Þannig að þrátt fyrir að það hefur verið reynt að afla upplýsingum það hvort að kjörræðismaður okkar væri á annarkvort yrða á lista eða væri til umræðu að settur yrða á lista, að þá var fátt svör í því. Við sögðum, og ég af gögnum málsins má alveg sjá, að aldrei var tekin upp málstaður kjörræðismannsins. Röksemdir hans fyrir því að hann ætti ekki heima á lista og þeim einhvern veginn komið áfram til þess að reyna að fara rök fyrir því hann ekki heima þar. Það voru spurningar hvort hann væri þar, á hvaða grunni og með byggt á hvaða gögnum eða hvort að það væri ljóst að hann ætti þar heima. Við í samtölum í tengslu við þessa upplýsingaöflun fólst þar af leiðandi ekkert annað en beiðni upplýsingar og rökstuðning og málsvörn kjörræðismannsins ekki á nokkurn hátt komið á framfæri og íslensk stjórnvöld beittu því ekki nokkrum tímapunkti eða með neinum hætti sér fyrir því að rökstuddum ákvörðunum tengslu við kjörræðismannin yrði breytt. Málið var bæði kynnt í ríkisstjórn og fyrir utanríkismálanefnd á þeim tíma og nefndin upplýst málið, efni máls og samskipti við samstarfsríki. Og mér finnst líka mikilvægt að nefna hér að síðan að þessi listi var birtur hafa 29 ný nöfn komið á listan og þegar endanlega lista var birtur 17. desember var 29 nöfn á listanum og fleiri nöfn hefur verið til skoðunar, þannig að einhver nöfn voru þá til skoðunar sem síðan enda ekki á lista. Síðan þá hafa fleiri nöfnum verið bætt á listan, hans ekki, og svo hafa Bandaríkin verið í viðskiptaþvingunum og refsiaðgerðum sömuleiðis gagnvart einstaklingum með fjölmarga einstaklinga á lista þar sem hann hefur aldrei verið á lista og Bretland sömuleiðis með sinn sjálfstæða lista þar sem fjöldi manns á þeim lista og kjörræðismaðurinn aldrei verið á þeim lista. Og við höfum eðli máls samkvæmt ekkert með þá lista að gera og spurðum þau ríki aldrei hvaða einstaklingar eru á þeim lista. En leyfum mér líka að segja það hér, ég sé ekki betur en að við höfum heldur haft nokkuð að gera með það hvað fólk endaði á lista hjá Evrópusambandinu. Og það reyndist mjög erfitt að afla þessar upplýsinga og það hvíldi mikið leynd yfir ferlinu eins og gerir ennþá og við höfum í raun gagnrýnt það og kvartað yfir því gagnvart Evrópusambandinu þegar að verið að smíða viðskiptaþvinganir að við komumst ekki að því borði og það ekki eingöngu vegna þess að við erum ekki í Evrópusambandinu þótt það hafi áhrif, heldur þetta mjög svona þröngur hringur sem að maður skilur leið og það orðnir fleiri að þá meira líkur á að það leki út hvað á að gera og þá getur menn gert ráðstafanir, við skiljum það. En við höfum gagnrýnt það hversu litlar upplýsingu við fáum almennt viðskiptaþvinganir. Þannig að þarna átti það sama við, það var mikil leynd yfir þessari vinnu og við fengum, ráðuneytið fékk ekki miklar upplýsingar það. Við höfum ekki haft ástæðu til að efast að þeir aðilar sem að Evrópusambandi ákveður að beita þvingunaraðgerðum séu þar af réttmætum ástæðum. Og sjálfur hefur síðan kjörræðismaðurinn marga ítrekað staðhæft bæði opinberlega og í samtölu við utanríkisþjónustuna að hann sé ekki náinn Lukasjenko
Það opinbert bréf sem hann sendi utanríkismálastjóra Evrópusambandsins áður en að þetta leyti þegar þessi ákvörðun tekin, þar sem að hann fer yfir sín mál frá sinni hlið og ég get ekkert fullyrt það hvaða áhrif það hefur haft en að minnstakosti fannst mér það bréf varpa ágætu ljósi á stöðu mála og svona sýna enn frekar að eftir þessa vinnu hjá Evrópusambandinu að þá hafi það verið niðurstaða þeirra að hann endaði ekki á lista yfir þá sem voru beittir viðskipta þvingunum eða væri þessum refsilista. Utanríkisráðherra áttu langt mál eftir? Nei, ég skal bara ég skal bara ljúka þessu núna og á það bara inni ef að spurningarnar eru þannig. Þakka þér fyrir það. Þá býð ég Arndísu Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur að spyrja. Já, takk fyrir þetta. Það hefur komið fram á fundin og við erum búin að ræða þetta á nokkru fundum og það ljóst að það eitt af hlutverkum utanríkisþjónustunnar að gæta viðskiptahagsmuna Íslands gagnvart öðrum ríkjum en á sama tíma þurfa að gæta þess að sú hagsmunagæsla verði ekki til þess að styðja þetta fjármagna siðferðislega ámælisverða hluti á borði valdasettu einræðisherra, mannréttindabrot og tala nú ekki stríðsrekstur. Það sem að mig langaði til þess að spyrja ráðherra út í við mat á því hvernig utanríkisþjónustan beiti sér í þessu hlutverki sínu. Það lítur að fara alltaf fram ákveðið hagsmunamat þar sem þessi tveir þættir eru vegna hvor á móti öðrum og ég velti fyrir mér hvernig það mat fer fram og kannski spyrja sérstaklega út í akkurat hvernig það hefur farið fram í tengslu við stöðu og störf kjörræðismanns Íslands í Belarús, Alexander Moshensky. Kannski bara byrjum á þessu. Gjörðu svo vel. Takk. Já, sko, í raun það kannski, svona í stóru myndinni það auðvitað alltaf spurning og einhverju leyti mismunandi skólar í því. Við erum núna til að mynda vegna stöðunar í Úkraínu grípa til ráðstafana og mjög harðra viðskiptaþvingana til þess að nota þau vopnu, svo má segja, eða verkfæri sem við getum til þess að reyna að fá þar menn til þess að breyta kúrs. Og þarna voru þetta þá refsiaðgerðir til þess að þrengja að þeim einstaklingum sem taldir voru nánir Lukasjenko vegna hans og vegna þeirra atburða sem að þá voru sérstaklega í kringum kosningar og það sú leið sem farin þegar að ræða einræðisherra þar sem það almennt séð fólkið í kringum hann sem að svona fjármagnar og styður við og sér það sem þarf að sjá og það að þrengja að þeim. Í stærri myndinni síðan spurning við hverju bara almennt eigum við viðskipti, hvernig reynum við að liðka fyrir viðskiptum. Ég meina við erum með fríverslunarsamning við Kína, land sem við gagnrýnum líka harðlega fyrir ýmis mannréttindabrot og það bæði mismunandi skólar almennt og svo þegar að uppkoma atvik að þá kemur það stundu sérstaklega til umræðu hvort við eigum að þrengja eða hætta viðskiptum eða hvort við eigum að stunda viðskipti eða hvað. En ég gerir greinarmun á því í svona almennu viðskiptum við ríki sem að við kannski myndum ekkert bera okkur saman við eða gagnrýnum á opinberu vettvangi fyrir mannréttindi og annað slíkt og svo því að setja fólk á refsilista. Þannig að í þessu tilviki að þá var matið í raun það ef að kjörræðismaður okkar hefði átt heima á slíkum lista þá hefði það haft afleiðingar. Þá hefði honum verið vikið frá sem kjörræðismanni og við vitum að það hefði síðan haft viðskiptilegar afleiðingar fyrir einstaka fyrirtæki hér sem að stunda beint og óbeint viðskipti við hann og það hefði haft þær afleiðingar og það bara mat lá fyrir. Takk. Það með fleiri spurningar Arndís? Já, það kom fram í máli ráðherra áðan að sjálfvirknin við upptöku viðskiptaþvingana hafi verið tekin úr sambandi. Ég velti fyrir mér hvort þú geti lýst í betur hverju þetta breytti í framkvæmd og ég velti fyrir mér hvers vegna nákvæmlega þetta gert. Getur þetta haft þá þýðingu að við tökum þátt í slíkum þvingunum að hluta eða á einhvern annan hátt og hvaða áhrif það hefur og hvernig það lítur út að taka þetta úr sambandi gagnvart til dæmis
Evrópusambandinu, hvort að það sendi einhver skilaboð okkar afstöðu eða slíkt. Já, sko, ég myndi segja heilt yfir allavega eins og gagnvart bæði bara okkar borgurum sé að það er raun pólitískt sko, skýrari afstaða að taka úr sambandi, því þá tökum við sjálfstæða ákvörðun að taka upp viðskiptaþvinganir sem endurspegla algjörlega viðskiptaþvinganir Evrópusambandsins. Og þið leiðréttu mig ef ég fer rangt með, við höfum síðan þetta var gert, alltaf fylgt því sem Evrópusambandi hefur gert. Þannig að það myndi þá vekja athygli og við myndum þá rökstyðja það ef við ætluðum að ganga skemur eða lengra heldur en Evrópusambandi gerir. Þannig að við höfum í rauninni tekið upp og fylgt Evrópusambandinu að öllu leyti frá því að við gerum þessa breytingu, en við tökum það ákvörðunina sjálf sem að mér finnst satt að segja alveg óháð þessu máli réttar að gera vegna þess að þetta er ákvörðun okkar sem við berum ábyrgð á bæði pólitíska og þegar kemur að áhrifum til að mynda mögulega á íslenskt atvinnulíf eða önnur samskipti milli ríkja. En þarna var þetta í raun líka gert og aðalega kannski á þeim tíma gert vegna þess að við fundum okkur þarna að vera komin í algjöra klemmu. Ef að hann hefði endað á lista að þá voru við í vandræðum vegna þess að það hefði haft þessar diplomatísku afleiðingar en þetta hefði bara sjálfkrafa tekið gildi og þá við þurftum þannig svigrúmið þá til þess að geta gert ráðstafanir og því leytinu til ekki það sé kannski endilega algengt þegar eru svona ákvarðanir að það myndi hafa þessar diplomatísku afleiðingar en það hefði haft það þá en að öðru leyti er það bara pólitísk ákvörðun að taka í hvert sinn en síðan það var gert höfum við alltaf fylgt efnislega algjörlega ákvörðunum Evrópusambandsins. Já, það væri kannski, ég velti ennþá fyrir mér hvort að það hafi sendið einhver skilaboð til þeirra þegar við ákveðum að taka þetta svona sambandi. Ég er velta fyrir mér þeirri breytingu sem við gerum og þá hvernig svo ákvörðun hefur verið kynnt gagnvart eins og Evrópusambandinu. Svo langar mig að spyrja varðandi þau samskipti sem átti sér stað í tengslum við þessar viðskiptaþvinganir sem við erum að tala um. Það hefur komið fram að það hafi verið spurt, íslensk stjórnvöld hafi beitt spurningum varðandi það hvort að hann væri á listanum og ef ég skil það rétt þá var það ítrekað og það voru talsverð samskipti þess efnis. Kom fram í þessum samskiptum, þetta er kannski eitthvað sem að mér finnst ekki alveg hafa verið skýrt, kom fram í þessum samskiptum að Ísland hefði hagsmuni af því, hefði gríðarlega mikla hagsmuni af því að þeirri staðreynd hvort hann væri á listanum eða ekki. Fyrst varðandi þessa sjálfvirkni við tökum undir yfirlýsingar eins og áður, margar sem eru þá sjálfvirkar ennþá og skilaboð til Evrópusambandsins alveg skýr en ég kannski leyfi mér að spyrja varðandi önnur ríki sem að fylgja Evrópusambandinu eins og við gerum en eru ekki Evrópusambandsríki eins og til að mynda Noregur. Ég þekki ekki ferli þar hvort að það er sjálfvirkt eða hvort að það er sjálfstæð ákvörðun. Veist þú það, María? Ég þekki ekki hverja einustu aðgerð en við erum til dæmis núna með Belarus og Rússland og það er alveg skýrt að þau eru með þær aftengdar og við höfum verið á undan í innleiðingu. Já, ok, þannig að það er ekki, þannig að því leytum til, það er kannski svara því að Evrópusamband ekki, þú veist, lítur ekki svo á að það sé einhvern veginn loðnari skilaboð eða það við sem að draga úr svona skuldbindingu í að sína samstöðu og vera með í slíkum aðgerðum með því að hafa tekið út úr sambandi heldur nema kannski þótt síður væri og svo erum við áfram með aðrar ákvarðanir sem eru svona sjálfvirkar og við tökum sjálfkrafa undir. En varðandi síðari spurninguna ef ég náði henni alveg rétt annars bara fundastjóri leyfir sem þingmann að spyrja að nýju að þá var spurt og reynt að afla upplýsingu það hvort að hann yrði á lista og svörin voru þá svona alla jafna á þá vegu að viðkomandi vissi lítið það eða að það var bent á næsta mann sem að gæti mögulega vita meira málið. Ég sé ekki af gögnum málsins að það hafi verið konkrét niðurstaða að hann væri eða yrði á lista eða væri á lista. Við ráðuneytið átti þessum samskiptum og það var mjög fátt svör. Kannski að skýra spurningana, það í rauninni varðandi það hvort að í okkar máli hafi komið fram í þessum fyrirspurnum að við hefðum mikla hagsmuni af því að hvort hann væri á lista eða ekki. Já, ég skil. Það
sko lá fyrir auðvitað í hérna þegar að þetta að gerast að hann var kjörræðismaður og þar af leiðandi lá fyrir að það hefði afleiðingar, diplómatískar afleiðingar ef að hann yrði á lista. Það eru fleiri ríki en Ísland sem að síðan eiga í einhverjum eða fyrirtæki innan mismunandi ríkja sem eiga viðskipti við kjörræðismannin. Þannig að það lá líka fyrir að það hefði haft einhver áhrif á fleiri lönd, atvinnulíf innan fleiri hérna landa. Og það kom fram frá nokkrum hérna ríkjum að markmiðið með þessum lista og þessum refsiaðgerðum væri að þrengja að Lukashenko. En ekki að það hefði einhver skaðleg áhrif fyrir sko efnahagslíf aðildarríkja eða þeirra ríkja sem voru að taka þátt í þessu. Það var ekki að því að við sögðum þetta má ekki hafa neikvæðar afleiðingar, það bara kom fram að markmiðið væri að þetta ætti að vera skaðleysi gagnvart aðildarríkjunum en þetta ætti að vera þrengja að Lukashenko. Það var alveg skýrt. Takk. Sigmar Guðmundsson, gjörðu svo vel. Já. Takk fyrir að koma. Ég kannski aðeins, ef ég mætti elta þetta aðeins frekar sem að Ardís var að spyrja hérna áðan og kannski spyrja bara aðeins öðruvísi. Getur verið að það hafi verið hægt að skilja fyrirspurnir okkar og umleitanir úti með þeim hætti að það væri þrýstingur, að það væri verið að vísa í efnahagslega hagsmuni landsins og annað þótt að það hafi ekkert slíkt verið í beinu orðalegi. Svo ég fá kannski bara að byrja á því. Ég tel ekki svo vera. Ég get auðvitað ekki fullyrt það hver upplifun einstaklinga voru í einhverjum bréfaskriftum eða símtölum eða samtölum á þeim tíma, bæði þar sem ég bara veit ekki hvernig þau hafa mögulega upplifað það eða ég átti ekkert slíkt samtal sjálf. Ég held að sé algjörlega sanngjarnt að halda því fram að það að einhver ríki hafi ekki tekið því sem þrýstingi af hálfu íslenska utanríkisráðuneytisins að hann einhvern veginn mætti ekki eða gæti eða það væri mjög skaðlegt og vont fyrir okkur og eitthvað að hann yrði á þessum lista. Sko, þegar verið að ákveða viðskiptaþvinganir og svona lista, þá eru örugglega alls konar samtöl sem fara fram við borð sem að við sitjum bara ekki við og við höfum nú séð það líka í ákvörðunum núna síðastliðna vikur hvernig fengi eitthvað svona nasa þegar því hvernig svona ákvörðanir eru teknar og auðvitað er það þannig að ég geri bara ráð fyrir því að ríki og þau sem smíða svona viðskiptaþvinganir líti til þess bæði hvaða strategískt mikilvægi þær hafa, hvernig þær svona ná helst fram markmiðum sínum gagnvart ýmist ríki eða yfirvalda í ríki en gerir ráð fyrir því að þau reynir líka átt að svo því hvað afleiðingar það kann síðan að hafa heima fyrir. En þarna kom bara fram frá fleiri en 1, 2 og 3 ríkjum að markmiðið væri að þrengja að Lukashenko en að skaðleysi gagnvart aðildarríkjum. Þetta ætti ekki að hafa efnahagsleg áhrif heima fyrir. En ég tel það ekki hafa verið hægt að skilja þessu svo að það væri einhver sérstakur þrýstingur frá íslensku utanríkisþjónustunni en það var ljóst að þetta var til einhverjar umræðu og við vissum ekki hvort það væru fyrirtæki, við vissum ekki hvort það væru viðskipti þá frá möguleg ef að hann yrði sem einstaklingur en og ef það yrði fyrirtækin ekki sem einstaklingur að þá hefði það haft meiri áhrif heldur en ef þetta hefði bara verið hann þá hefði það í raun og verið diplómatískar áhrif en ef að fyrirtæki hans hefði verið þá hefði það haft meira áhrif á við vissum hvorugt þannig að og upplýsingarnar er mjög svona misvísandi og loðnar þannig að það var lítið konkrétt í þeim efnum. Já, kannski bara aðeins nánar þetta og ég fæ kannski spyrja fleiri atriði það er þetta þegar að menn eru í þessum samskiptum að þá auðvitað hlýtur að vera að fara svolítið eftir því hversu mikil áhersla er lögð á beina viðskiptahagsmuni og hversu mikil áhersla á til að mynda borgaraþjónustu eða önnur hlutverk kjörræðismannsins. Ég geri mig grein fyrir því að það er trúnaður sem ríkir um þessi gögn en
var vægi þarna á milli nákvæmt og rétt að mati ráðherrans? Sko, þessi upplýsingaöflun var af sko gögnum málsins það í raun almenns eðlis að það þú veist, þau voru ekki þess eðlis að það hafa verið að spyrja getið þið svaraði hvort hann verði á lista vegna þess að það hefði mjög skaðleg áhrif á einstaka fyrirtæki eða getið þið svarað því mjög skýrt hvort að það verði hann eða fyrirtækina því að það er fyrirtæki hans að þá hefur það mjög skaðleg áhrif það var, þú veist, samskiptin snéru raun eingöngu að því getið þið upplýst okkur hvort og þá hvers vegna hann eða fyrirtæki hans vegum verði mögulega þarna á lista og það var raun ekkert þetta voru ekki þegar ég les gögnin þá voru þetta ekki í mínum huga mjög gildishlaðin upplýsingaöflun þetta var bara almenn upplýsingaöflun til þess að fá að vita og hafa þá spyrja er það rökstutt eru þarna upplýsingar og ég segi alveg, ég meina ef að niðurstaðan hefði verið að hann hafi átt heima á þessum lista eða það hefði verið lagt til og hann hefði enda á þessum lista þá hefði verið ástæða til þess sko og þá held ég að Íslensk utanríkisþjónusta hefði sagt heyrðu okkur, hér erum við með kjörræðismann sem að greinlega ekki verið kjörræðismaður ef hann á heima á svona lista en hann enda ekki á listan. Já, aðeins má ég eitt í viðbót, það er þetta sko að það hefur verið alveg skýrt sko, það hefur verið mat ráðuneytisins og nú vitna ég orðrétt í það sem fram hefur komið að þessi orðum aukið að kjörræðismaður Íslands sem mjög náinn bandamaður Lúkasjenkós. Hann var gerður af formanni sameiginlegs viðskiptaráðs Hvíta-Rússlands og Rússlands árið 2018. Hann var umboðsmaður forsetaframboðs Lúkasjenkó. Stjórnarandstaðan í Hvíta-Rússlandi hefur bent á margs konar tengsl. Það hefur verið talað hann í erlendu fjölmiðlum sem veski Lúkasjenkós. Hvernig ég fæ ekki séð að það geti komið heim og saman að það séu einhver óveruleg eða lítil eða léttvæg tengsl þarna á milli. Manni finnst þvert á móti að þau séu bara mjög bein og mjög opin og liggi fyrir og því svona myndi ég gjarnan vilja fá að heyra er það ennþá ykkar bjargfasta mat að það sé ekkit sérstaklega, hann sé ekkit sérstaklega mikill bandamaður Lúkasjenkó? Já, sko frá þessum tíma hefur ekkert sko nýtt komið fram sem að varpar ljósi á það að hann sé hvorki veski Lúkasjenkó eða mjög náinn honum. Ég fæ ekki betur séð en að hann sjálfur sé frekar að reyna að fjarlæga sig Lúkasjenkó heldur en hitt sem svona þegar öll eru á botnum hvolft kannski stór hluti af markmiðum þess að setja menn á svona lista að það er annars vegar það er verið að refsa þeim sem að eiga þar heima en ef að það leiði til þess að einhverjir fjarlæga sig einræðisherrum eða öðrum að þá er það hluti af markmið með slíkum aðgerðum. Það sko ég get bara ekki það er ekkert konkrétt sem að við sjáum sem að staðfestir það að hann sé veski eða í innsta hring Lúkasjenkó. Ég vil einfaldlega trúa því ef hann væri í innsta hring Lúkasjenkó þá væri hann á þessum lista og ef hann væri ekki á lista hjá Evrópusambandinu út af einhverjum einstaka hagsmunum einhverja stærri ríkja sem meiri ráða heldur en við og þá væri hann á lista hjá Bretum sem hann er ekki heldur og ef hann væri ekki á listum þar vegna þess að það væri einhver sérstakar hagsmunir að þá væri hann á lista hjá Bandaríkjamönnum. Hann er ekki á neinum þessari lista og það er enginn að segja mér að samanlagður fjöldi fólks á lista hjá Bandaríkjunum, Bretland og Evrópusambandinu að það séu ekki einhverjir hagsmunir þeirra einstaklinga gagnvart þeim aðildarríkjum sem þar eru undir, en þeir eru þar samt en Mosjenskí er þar ekki. Nú eru 3 þingmenn á mælendaskrá. Steinunn Þóra, þú ert næst, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og takk ráðherra fyrir framsöguna og þennan fund. Mér langar eiginlega bara að spyrja bara almennt vegna þess að þú í inngangi þínum fórst yfir það að ferlið við það að velja kjörræðismann væri ekki alveg sko einhliða okkar ákvörðun að þið gætuð bara farið yfir það eins í almennum orðum hvaða skilyrði þarf fólk að uppfylla til þess að geta orðið kjörræðismenn fyrir okkur.
Já, sko, það almennt leitað til fólks sem ríkisborgarar viðkomandi ríkis, kunna tungumál ríkisins og þekkja vel til aðstæðna. Það koma oft ábendingar frá íslenskum aðilum í menningarsamstarfi, aðila sem eru búsettir í viðkomandi ríki eða í viðskiptum þar í landi aðila sem gætu hentað. Og það mikilvægt og lagt upp úr því að viðkomandi sé sko fjárhagslega sjálfstæður og ekki undirmenn annarra, sjálfstæðum rekstri eða forstöðumenn fyrirtækis og stofnunar. Þannig að það svona líka kannski varpar aðeins ljós á hvers konar einstaklingar þetta almennt eru og sá hópur getur kannski verið fjölbreyttari í einstaka ríkjum heldur en öðrum. Til að mynda það að vera fjárhagslega sjálfstæður, ekki undirmenn annarra, sjálfstæður í rekstri og forstöðumenn fyrirtækis eða stofnunar í ríki eins og Hvíta-Rússlandi getur ekkert verið hver sem Opinberir starfsmenn koma ekki til greina og þar sem viðkomandi gegnum trúnaðarstarf fyrir íslenska ríkið. Þannig að þetta allt skoðað. Önnur atriði koma til skoðunar líka og það þarf að svara ítarlegum spurningalista, eiga viðtöl við sendiherra eða yfirmenn ráðuneytis og leita eftir umsögnum, meðmælum og haft samráð við norræn samstarfsríki og önnur líkt tengjandi ríki þegar metið hvort grandvaran traustan aðila að ræða. Og svo þarf viðkomandi ríki að samþykkja þessa skipun. Þannig að við getum ekki einhliða sett þann sem við myndum vilja og nefna það hér líka að viðkomandi síðan alltaf ólaunaðir og gæta hagsmuna Íslendinga og Íslands í ríkinu. Svo eru við stundum með fleiri en einn. Í ríkjum eru við líka með bara skipt á eftir svæðum og þannig að í sumum löndum eru við með nokkra. Samtals held ég 240 heilt yfir, yfir 200 allavega. Já. Takk Hildur, gjörðu svo vel Sverrisdóttir. Takk fyrir skýr og greinargóð svör og framsögu. Það nú mikið kannski komið fram bæði í framsögu þinni og spurningum hér. Ég kannski aðeins að velta fyrir mér kannski einu atriði. Þrátt fyrir að við erum sjálfsögðu stór og sjálfstæð þjóð að mörgu leyti að það náttúrulega get ímyndað mér að við í mörgum tilfellum nýtum kannski gagnaöflun, rannsóknarvinnu, mannauð víðum heim í alls konar alþjóðasamstarfi. Ég bara velta fyrir mér út af umræðunni hér svona þetta mat í þessu samspilu. Auðvitað eru viðskiptahagsmunir eitt en auðvitað viljum við ekki vera að stuðla að einhverjum ljótum hlutum í heiminum eins og við frekar getum. Spurningin þau í rauninni í þessum vangaveltum hver viðkomandi hvaða tæki eða forsendur hefur Ísland umfram þessa vinnu í þá ESB, Bretlandi, Bandaríkjunum ef eitthvað. Þannig að ég svona velta fyrir mér eitthvað í þessari svona upplýsingaöflun eða höfum við einhverjar frekari upplýsingar sem við gætum brugðist við eða erum við svolítið að treysta á svona þessa upplýsingaöflun og línurnar þaðan? Já, við erum að treysta mjög á upplýsingaöflun og vinnu þessara ríkja og sumir gagnrýna það að við séum yfir höfuð að taka þátt í viðskiptaþvingunum með Evrópusambandinu, að við eigum bara að smíða okkar eigin. Það kannski alveg einhver vangavelta en ég held við myndum alltaf líta mjög til þess. Þegar kemur að því að smíða svona lista. Ég meina flest þessar nafna hafa ekki nokkra einustu þýðingu fyrir Ísland, aðra heldur en symbolískan stuðning í því að viðkomandi einstaklingar eigi að vera á svona lista. Og margt af því sem við gerum almennt í þessu umhverfi ýmist symbolískt eða tákrænt eða ekki tákrænt heldur hefur raunveruleg áhrif. Við höfum ekki sjálfstæða getu til þess að yfirfara það hvort að það eigi að vera 30, 40 eða 80 á einhverjum lista og ég ekki eins og vissum að okkur við myndum alltaf líta til þessara þátta, til þessara lista og vinnu sem að önnur ríki hafa gert og það alveg sjálfsagt eðlilegt að Ísland æski þess að Evrópusambandinu og bandalagsríkjum og vinaþjóðum innan ESB að þau upplýsi það þegar eftir því að leita hvort það sé einhver fótur fyrir því að kjörræðismaður Íslands eigi erindi á að vera beittur þvingunum. Vegna nána tengsla við einræðisherra sem Ísland hefur einmitt margsinnis fordæmt á alþjóðavettvangi og
Að því leitinu til alveg eðlileg krafa að vina- og bandalagsríki upplýsi Ísland áður en það ákveði að beita skipaðan ræðismann landsins þvingunaraðgerðum. Því það myndi nú líka bara í mínum huga hafa bara skaðleg áhrif á Ísland einhvern veginn. Þú veist, við myndum vilja gera ráðstafanir. Ég held að sko ríki eins og Ísland sem hefur mjög skýra stefnu þegar kemur að utanríkispólitík og fordæmingu á mannréttindabrotum eða lýðræðisbrotum eða öðru slíku. Ísland kærir sig ekkert að vera með kjörræðismann sem á heima á refsilista. Það segir sig sjálft, það sér það hver maður. Þannig að það eðlilegt að vilja vita hvort hann væri þar. Þótt í þeim samskiptum hafi vissulega líka verið lýst áhyggjum af því að ef það væri svo, það hefði það líka áhrif á viðskiptalega hagsmuni Ísland. Það lá alveg fyrir vegna þess að bæði Ísland eins og önnur ríki líka eða fyrirtæki innan þeirra hafa átt í viðskiptum við Mosjenskí. Ok, fyrstu þín svör Hildur? Já. Ég með 2 örstuttar. Fyrsta lagi skildi ég það rétt að sjálfvirknin hefði verið tekin úr sambandi í árslok þá 2020 vantarlega, svo að hægt væri að bregðast við því ef hann, sem sagt kjörræðismaður Íslands í Belarus, yrði settur og lista yfir viðskiptaþvinganir. Er það rétt skilið? 9. desember 2020 tókum við þetta úr sambandi og höfum haft það verklag síðan. Eins og ég skil mitt samstarfsfólk og bið kannski Maríu að fylla inn í að þá sú ákvörðun í raun tekin vegna þess að við sáum þá í hvað aðstöðu við gætum lent. Eins og í þessu tilviki þar sem að við hefðum lent í vandræðum diplomatist ef hann hefði endað á listanum og gætum þá mögulega lent í því einhvern tímann síðar, annarkvort þá ýmist gagnvart honum eða einhverjum öðrum og ég held að það sé ég slær mig þannig, ég segi bara ég myndi halda að utanríkisþjónustan hefði ekki útilokað þótt hann hefði ekki verið á lista þá að hann gæti mögulega enda á lista en hefur nöfnum verið bætt á listan síðan þá og þá var þá mikilvægt að læra því sem við sáum fyrir að gæti gerst þarna að við myndum þá ekki lenda í þeim vandræðum síðar. Önnur spurningin varðar í rauninni kjörræðismannin sjálfan sem eru þetta í viðskiptum við íslensk fyrirtæki og flytur inn frá Íslandi og það liggur alveg fyrir hvaða hagsmunir þar eru í húfi í krónum talið. Hefur hann verið hefur hann verið að aðstoða íslensk fyrirtæki vegna gagnaðgerðana sem að Rússar gripu til 2015, að þetta ánáttúrulega alltaf rætur í 2014-15 vegna þess sem að þá fór fram. Hefur Mosjenskí í starfi sínu sem kjörræðismaður verið íslenskum útflutningsfyrirtækjum innan handar? Sko, ég hef engar upplýsingur það, engin gögn það, get þar af leiðandi ekki sagt að svo sé, en ég get heldur ekki útilokað það. Ég bara get ekki svarað þeirri spurningu. Ok, að við höfum að ráðuneyti hafi heyrt að hann hafi lagað tæknilegar viðskiptahindranir. Ok, þá svarað við þessu heilbrigðisvottorð. Hann hafi þá verið þeim innan handar vegna heilbrigðis tæknilegra hindrana út af þvingununum. Ok, gott að fá það staðfest. Við tíminn liðinn, ég gerir ráð fyrir að þingmenn hafi komist að með sínar spurningar og lík þá fundinum með því að þakka utanríkisráðherra fyrir komuna og starfsfólki hennar og slít þessari beinu útsendingu og fundi.